tapar kaupandinn á því að selja íbúð með verktaklánum. Þann 20. janúar 2026 mættu í viðtali Bítið hjá Bylgjunni Jón Finnbogason, framkvæmdastjóri Stefnis og Vignir Halldórsson, verktaki. Og það var svona verið aðeins að spyrja það út í mína gagnrýni og Vignir segir að það sé enginn bundi með þessi verktaklán í 10 ár. Það fólki sé frjálst að selja þessar íbúð hvenær sem er. Og ég ákvað taka á orðinu og selja svona selja bara svona eina hypothetical íbúð. Samkvæmt dæmi sem inn á fasteignabrú.is sem fyrir Stefni. Og þarna kaupi ég íbúð 70 milljónir, ég legg út 7 milljónir, verktakinn leggur út 14 og ég tek lán upp á, ég skrifa það hjá mér 49 milljónir með 4,79% vöxtum. Eftir 10 ár þá þessi íbúð 100 milljónir. Ég ákvað að selja hana því ég get ekki borga verktakinn tilbaka og það engin plön fyrir mig. En markaðinn hans lélegri, þannig ég sel hana á 95 milljónir. Þá á ég eftir að borga upp húsnæðislána mitt sem stendur í núna 65 milljónum. Ég á 30 milljónir eftir, ég skulda verktakanum 20 og þá sitt ég uppi með 10 milljónir. Ég borga 1,5 milljón sölun sem þýðir að eftir að ég er búin að eiga íbúð í 10 ár, þá á ég 8,5 milljón. Ég lagði út 7 milljónir eða 10%. Ég get ekki keypt þessa íbúð aftur af því ég þarf 10 milljónir að ganga inn í hana en ég á bara 8,5. Þannig að ég held að sé kominn tími að fá svör. Ég vil að fjölmiðlar, opinberir aðilar og verktakar stígi fram og útskýri fyrir okkur hvernig að dæma á ganga upp vegna þess að við verðum að hætta að gaslýsa fólk með einhverju svona þetta mun reddast og hafa ekki áhyggjur því að það eitt að vera 25 ára og farin á markaðinn gengur ekki. Það tvennt ólíkt, 10 ára seinna þá er hún 35 ára, jafnvel með 2 börn og maka í námi og þú kemst aldrei inn á markaðinn aftur. Þannig að komið þið fram, stígið fram og útskýrið fyrir mér, ég hafi rangt fyrir mér og sýnið hvernig það gengur upp og hvers vegna þið myndir mæla með þessum lánum fyrir börnin ykkar.